Já, Gunnar, fyrsta skipti í langan tíma á turbóbíl hérna á Íslandi. Hvernig leggst þetta í þig? Já, ég hef ekki gert turbóbíl í núna 2 ár, rúm, í keppni, þannig að fyrsti dagurinn fer svo í það bara aðeins að, já, líkt og í fyrra, að bara hrista reykja á sér og koma sér í gang aftur. Nú, þú vannst non-turbóflokkin í fyrra. Ertu að fara að berast sigur í þessari keppni? Ég veit ekki, nei, ég held að ég geymi það tókum seinna á árinu. Ég reyni ekki við það núna, ég ætla bara að klára þessa keppni. Það er markmiðið, topp 5 væri fínt. Og já, er þetta öðruvísi þessi bíl heldur en aðri bílar sem þú hefur keyrt? Þetta er mjög basic sko, ég keyrði náttúrulega Subaru í fyrra og þetta er mjög líkt, þannig að það er mikið betri fjörun í þessu, mikið meira afl að sjálfsögðu. Og svona bara, já, það er betra að eiga við hann en þetta er samt mjög svona, já, einfaldur í ekstri sko. Hvernig heldur að staðan verið í kvöld? Sá sem verður fljótast að verður fyrstur. Gangi þér vel. Takk. Gunnar Karl, hvað gerðist þarna hjá þér á fyrstu leið? Það var bara óheppni. Við fengum henni bíl í hendurna fyrir svona 3 vikum og það var svona mátti alveg dytta meira á honum en eins og við lærðum á þessari leið en það fóru eitthvað stýrisendi vinstra megin. Þannig að ég var bara að fara í beygju og allt í einu bara yfirstýrði hann og beint út í móa og við vorum föst þar alveg í heillangan tíma en ég vil þakka öllu sem kom og hjálpa mér. Það kom alveg hópar af fólki og ítti mér í burtu en við náðum ekki klárlega hérna því miður. Þannig að það er alveg búið fyrir þig? Já, ég ætla að endur þessa morgun og vonandi fá einhver stig og svo er alltaf pása þetta morgun þannig að ég get reynt í það. Já, reyna við 3 stig á síðustu leið á morgun. Já, ég þarf að fá payback fyrir nikkelinn sko. Gangi þér vel. Takk. Gunnar Karl, hvernig hefur þetta gengið hjá þér í morgun? Það er bara mjög vel. Ég er bara að keyra með í dag. Ég fekk ekki endurreisa, þannig að Það er bara að læra á bílinn. Já, það er bara að læra á bílinn, venjast nýjum kóara, við erum bara að safna reynslu. Við erum bæðið með reynslu lítil, þannig að þetta er mjög flott fyrir okkur. Og svo bara fulla ferð í næstu keppni og að taka sigur. Það er ekkert annað.
Já, Gunnar Karl, þetta gekk mjög vel framan af, en hvað gerist þarna á þriðju leið? Þetta var bara mistök hjá mér held ég. Það var trikk í beygja, koma hratt í hérna bara. Ég held að jumpið, þegar ég lenti bara stökkinu þá lítið ég hafa miskilt nótu eða eitthvað svoleiðis. Þetta gerist. Og ég ekki þín fyrsta velta, Ísak? Nei, ég held að það sé nú 11 held ég. Já, en það er nú langt síðan síðast. Þannig að þetta var ágætis upprifjun, en þetta var bara algjör óheppni, raun og veru. Og eiginlega bara algjör synd af því að okkur gekk svo vel upp yfir, vorum fyrstir og flottastir upp yfir. Og eiginlega bara algjör synd þetta skyldi hafa farið svona því að við vorum á mjög góða hraða niður til líka, en það bara dugur ekki til. Og já, náði mjög góðum tíma á fyrstu leið. Varst að keyra of hratt, varst að keyra yfir þig? Mér fannst það ekki sko. Ég var alltaf með 100% nótur í að fara einn daginn sko. Og í þessu skyggni sem var hann morgunin, það var bara svart að þoka alla leið. Þannig að þá komin nótuna sem bara alltaf bara hrikalega vel sko. Og það hjálpaði náttúrulega. En svo fóðum við bara fram með sér. Og ykkar fyrsta keppni saman, hvernig gekk samstarfið? Það gekk bara mjög vel, hann er þegar hann var að fæðast þá var ég að keppa hérna, fyrst skipti, þannig að þetta er búið að vera, ég hef mikla reynslu, hann hefur ekki eins mikla reynslu, en þetta gekk mjög vel og hann hlustar vel og fer eftir því sem hann segir og það er aðalatriðið. Og já, þeir mætið alþjóðarallið, það ekki? Það er ekki spurning. Gangi ykkur vel þar. Takk fyrir. Gunnar Karl, þú sýndir mikinn hraða í síðustu keppni, en það endaði ekki vel. Nei, þetta var bara óheppni, finnst mér að það var sko. En það er eins og ári hjá mér. Og ætlar að halda sama hraða núna eða fara örlítið hægar? Ég veit það ekki, mér fannst hraðinn fínn á fyrstu sér leið í síðastara leið, en það getur vel verið að við byrjum bara rólega og aukum síðan jafnt og þétt. Hvar heldur úrslit munu ráðast í keppninni? Ég veit ekki, þau réðust ekki á neinum einu stað í fyrra. Þetta var sekúnduslagur í fyrra, þannig að ég held að sé bara að halda góðri ferð í gegn og gera ekki mistök sko. Já, þetta er náttúrulega langhlaup, ekki sprettlaup, þannig að þetta snýst mikið um, eins og þú segir, að gera ekki mistök. Sekúnduslagur, þannig að það þýðir ekkert að byrja þetta rólega það. Þú verður að keyra, eiginlega eins hratt og þú getur það ekki frá fyrstu sérleið. Jú, og þeir segja mér nú að djúpbotninn sé bara betur en það hefur nokkurn tíma verið. Þannig að þeir verða allir hraðir þar og maður ekki gefa eins mikið eftir og ég gerði í síðasta keppni í fyrra. Þannig að jú, maður þarf að halda áfram, en samt, eins og þú segir, að fara ekki fram með sér aftur. Gangi vel. Takk fyrir. Heyrðu, þá reynum við þetta á ensku líka. Gunnar Karl, how are you going to drive in this 3-day event? Not sure. Just keep it steady, keep it on the road, and yeah, keep it decent pace all the way through. You didn't keep it on the road in the last rally. Are you going to drive a bit slower now? No, I don't think so. Just flat out? Yeah, I've rolled now 5 times, and I don't think I'll ever learn. Good luck. Thank you. Já, Gunnar Karl og Ísak að keyra virkilega grimmt, hvernig er tíminn? Já, hann er að taka á nokkra sekundur. 2-3 sekundur. Taka nokkra sekundur af Baldri, virkilega vel gert. Mjög grimmur, flott, fallegt. Ísak að hjálpa til. Já, Ísak. Gunnar, hvernig hefur þetta gengið hjá okkur í dag? Þetta gekk svona ekki áfallalaust, en gengur vel. Lendi í smá skakkaföllum strax á fyrstu leiði, það ekki? Jú, við fórum á sama stað á Henning fyrir nokkrum árum
Ekki með alveg sömu endaði það? Nei, við sluppum heldur betur sko. En beygðum spyrnu og töpum ekkert miklu þannig að segja á þeirri leið en bíllinn var þá skakkur á djúpbotninn eftir það og það var hann var svolítið twitchy á beinagróflunum en alltaf leið ferð. Og lendi svo í rykinu á Sigurði Braga þegar ekki þar og tapið enn meiri tíma? Jú, það voru svona kannski 4 km eftir á leiðinni og rykið var mikið og mikið logn á Íslandi, ótrúlegt sagt. Þannig að við töpum náttúrulega einhverju en við erum með þá inni og bíllinn í lagi. Þannig að það verður bara full ferð á morgun? Já, við höldum bara góðri ferð. Við vorum held ég á góðum hraða þegar bíllinn var í lagi í dag, þannig að við bara förum flatt átt á morgun. Gangi þér vel. Takk fyrir. Gunnar, how's it been going for you today? It's been going okay. We hit a bit of a hidden rock, on the first stage and bent the control arm, but we're still in the running. And the car is fixed now, so just be full throttle tomorrow? Yeah. We lost some time on the second stage, but I mean we're still in the top places, so yeah, we're just gonna keep the throttle to the floor. And fight for victory tomorrow? I hope so, yes. Good luck. Thank you. Já, drengir, hvernig hefur þetta gengið hjá okkur í dag? Bara svona þokkalega, við springdum þá dekk á þriðju ferðum Hekluna en fyrir utan það þá gekk ágætlega sko. Og hvað, þurftu að stoppa og skipta það ekki inn á miðri leið? Jú, það er því miður. Alveg eins og ég hata nú að skipta dekk en þá þurftum við að gera það. Við stoppum bara leið og við fundum að það var sprungið og það var ekkert verið að bíða eftir að dekkið lagaði sig sjálf. Þannig að við stoppum bara og vorum ótrúlega fljótir að skipta dekk en tíminn flýgur bara, það er bara svoleiðis og því miður að því að við vorum í mjög góðri stöðu og við hefðum verið í ennþá betri stöðu ef þetta ekki komið fyrir en það er alltaf þetta stóra EF. En já, hvað, þetta eru rúmar 2 mínútur sem þið eruð á eftir fylki, getið þið ekki náðu þessu á Kaldadal á morgun? Það er alltaf möguleiki og svo er hengillinn náttúrulega, við erum búin að vera öflugir á malbygginu undanfarið þannig að þetta er ekkert búið fyrir að það er búið. Og Djúpavatni líka, löng og krefjandi leið. Já, við ætlum ekkert að gefast upp, við ætlum að halda alveg fulla pressa á það og það er engin ástæða að bakka út úr því og ég reyndi að vera að hrósa fylki hvað hann er búinn að vera rosalega bara grimmur að keyra og flottur akstur hjá honum og kom mér bara algjörlega óvart ef við séum svo er. Gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir. Gunnar, how's it been going for you today? It's been going okay. The morning started off pretty well, but we developed a puncture on the third stage of Hekla, so we lost about 3 or 4 minutes. And now you're almost more than 2 minutes behind Fylkir. Can you make it up tomorrow?
there's always a chance, and you know, there's 1/3 of the rally still to go, and they can hit trebles, and you know, it isn't over. And you're obviously not in the championship fight, so you don't have much to lose. So it's just going to be full throttle tomorrow. Yeah, of course, there's that, but we're gonna keep the pressure on for sure. Good luck tomorrow. Thank you. Gunnar, third place. How do you feel about that? Is it not good enough? No, I think it's fine. You know, we showed good pace, we had fun, but there were problems throughout, and one puncture, you know, it made a difference, so we're happy. You lost 3 minutes yesterday with a puncture, and that seems to be the difference to first place. Yeah, that's what it seems, yes. And, but how did you like your pace throughout the race? Did you like your driving overall? Yeah, I mean, I love the car, and the mechanics have done a superb job at keeping it running, and I mean, yeah, it's a good car, but it's not quite up to par to the other ones, so compared to that, I mean, it's good. Good luck in next rally. Thank you. Nei, tóku náttúrulega hátt í mínútu að fylgja hana. Við vinnum 40 sekúndur. Já, drengir, þriðja sætið í Rally Reykjavík, eru þið sáttir með það? Já, auðvitað er það svolítið súrt að hafa sprengt þetta í gær því að virðist vera að munurinn liggi þar eiginlega bara núna á þriðja sæti og fyrsta sæti eins og við erum í núna, því miður. Þannig eitt sprungið dekk og já, það er munur á fyrsta og þriðja, það er ansið svekkjandi. Já, við fórum ekki utan í neitt eða lásum ekki, það kom ekki nót um þess eða neitt út í kant eða neitt, það bara, allt í náttúrulega bara hitt loft Og já, hvernig hefur samt aksturinn verið svona gengið í gegnum rallið? Hann er gengið mjög vel. Þessum bílum er ekki alveg í sama level og hinnir, þannig að miðað við það þá hvað við getum hangið í þeim og verið miklu fljótari stundum þá hefur þetta bara gengið alveg rosalega vel. Mjög vel eiginlega, sko. Þannig að það er bara fyrsta senti í haustarallinu. Svo sjá til. Gangi ykkur vel. Takk.